KFÍ og Þór Akureyri áttust við í fyrstu umferð fyrstu deildar karla á Ísafirði í kvöld. Ísfirðingar byrjuðu af miklum krafti en mikið af skotum fóru forgörðum í byrjun leiks. Þórsarar komu þó sterkir inn og unnu fyrsta leikluta 15-16. Í öðrum leikluta settu Þórsarar í rallygirinn og náðu sér í 13 stiga forystu í hálfleik með því að vinna annan leikluta 18-30. KFÍ komu dýrvitlausir inn í seinni hálfleik, en eins og í fyrsta leikluta þá komu Akureyringarnir sterkir inn þegar líða fór á þriðja leikluta og unnu hann 18-23. Í fjórða leikluta hvíldi Benni þjálfari Þórsara nokkra lykilmenn og Ísfirðingarnir náðu að saxa niður forskotið úr 18 í 13 stigum. Byrjunarlið Þórs mætti þá inn á völlinn og kláraði leikinn öruggt. Það er ekki hægt að segja annað en að Ísfirðingar sem eru með mikla breidd hafi náð upp góðri stemningu og á Torfnesi verður eflaust erfiður útivöllur í vetur. En Þór Akureyri er með gríðarlega sterkt lið og stjórnuðu frá öðrum leikluta leiknum og virtust ekki verið neinni hættu. Hjá KFÍ voru Kjartan Helgi sem skoraði 15 stig og fór út af með 5 villur og Neboisa Nesevik sem skoraði 24 stig og tók 7 fráköst manna bestir. En hjá Þór var byrjunarliðið í heild sinni frábært. Tryggvi Snær sem er 17 ára átti stóra góðan fyrri hálfleik og skoraði 17 stig. Það endaði með 19 stigum, 11 frákostum og 6 vörðumboltum frá þessum 211 cm miðjara sem lofar væga sagt mjög góð í vetur. Þröstulegu átti góðan leik og tók 7 frákost og skilaði 18 stigum. Ragnar Helgi setti niður 14 stig og Senaro Tómas 13. Andrew J. Lehmann skoraði mest hjá Akureyringunum eða 22 stig. Maður leiksins var klárlega hinn ungi og efnilegi Tryggvi Snær Hlinason. Ég heiti Þormóður Logi Björnsson og þakka kærlega fyrir mig.